Það kviknar líf í heyinu. Egg frjóvgast sól skín og vermir sátuna. Þá hefst hinn limalausi dans á milli litninga og undir ormast ræturnar. Það brakar og brestur í heyinu, strá fyrir strá, vaknar vitund, vonum betri tíð og bleika akra, ómurinn af því sem koma skal. Þetta yrkir Gabriela Friðriksdóttir, listakona sem þarf nú kannski vart að kynna mikið meira, en sýningin hennar, Innra líf heysátu, hefur opnað í stúdíó Gamma hérna við Garðastræti. Ég ligg hér í part af sýningunni eins og þið sjáið, en ég hitti Gabrielu hérna fyrir innan í sýningarsalnum og við skulum heyra stuttlega hvað hún hefur að segja og hvað að sjá. Já, innra líf heysátu. Hvers vegna, kannski til að byrja með, efnið sem þú ert að nota hey. Hvers vegna hey? Já, það vegna þess að ég svona hneigst til þess að nota mikið af svona náttúrulegum efnum. En ekki síst, heyið vegna þess að þetta lyktin að því, og hún tengist svona ákveðinni nostalgíu. Þegar svona, í þessu tilviki núna þegar ég að nota það, þá það mjög mikið svona að tengjast þessum ilmi æskunnar. Það mikill ilmur hér inni? Já, það mjög mikill ilmur, já, ég veit það. Það alveg mjög sterk lykt af því og ég held að, myndlistin oft svo lyktarlaus, innpökkuð, römmuð inn og þá svo gaman að koma með lyktina og opna þessa skynjun, af því hún framkallar líka ákveðnar tilfinningar sem annars myndu ekki ná að tengja, sem við myndum ekki ná að tengja við. En hvaða innra líf ert að vísa í heysátunni? Já, þetta í raun og veru svona svolítið verið að, þegar ég byrjaði að vinna þetta, þá vann ég með texta sem var alltaf einhvern veginn að ferðast svolítið svona eins og kannski alltaf að nálgast meira og meira æsku mína á einhvern máta. Og ég hugsaði að síðan á endanum þegar ég var búin að klára textan og teikningarnar og áður við fórum að búa til teiknimyndina sjálfa sem í raun og veru kjarni þessara sýningar, að þá hugsaði ég, já, heysátan í raun og veru svona þessi mynd, þessi metafóra utanum þetta. Og það sem ég að reyna að segja með textanum og með teikningunum eitthvað sem gæti verið einhvers konar líf inn í þessari heysátu sem ég búin að segja að sé svona þessi metafóra eða táknmynd sýningarinnar. En þú ert að gera furðuverur. Þú ert að búa til líf inn í heyinu. Hvað gera þessar verur? Já, þetta í raun og veru kannski ekki beint þannig, þetta ekki kannski beint eins og svona múmanálfarnir eða þannig, ég náttúrulega alltaf að búa til myndlistaverk og það kannski ekki hægt að vera alveg bókstaflegur í kringum mig, því að ég vinn mikið á mörkum svona abstrakt og fígúratífs og svona milli dags og draums í rauninni. Þannig að það fígúrur sem eru hérna inni til dæmis, það uxu í raun og veru bara og ég vann þær út frá svona þessum anda sem svifur yfir svona heysátunni, og þessu verki sem ég gerði í fyrra og hafði bara sýnt í útlöndum, í bæði Liechtenstein og Feneyjum, sem myndbandið. Já, sem teiknimyndin. Já, og hún var verk sem var þá bara eitt á sér, sýnt þar, og með heyböggum og síðan var hún líka vörpuð á svona heykúlu þannig í Liechtenstein á þessum tíma og svo vorum við með heybakkana í Feneyjum. Þannig að hún átti sér alveg sitt líf, eitt á sér, En svo bættust þessar verur við hérna, þessar styttur, af því að þegar ég kom í þetta gallerí þá fannst mér svona, við værum með lyktina, við værum með þessar lifandi teiknimynd og teikningarnar og mér var skipta máli að vera líka með svona karaktera sem tækju svolítið á móti manni og væru með alvöru þrívíð. Þeir gera það, þeir taka móti manni. Já, og þeir tengjast þessu því að þeir eru, efnistökin þarna eru náttúrulega hey og mold og viður og snæri og ég bý mér oft til svona ákveðið lótukerfi varðandi efnistök og þá var ég bara að hugsa efnistökin líka í teiknimyndinni og þessar teikningar, ef þú skoðar nánar þá sérðu þarna þessi efni líka þar. Þannig að þeir eru svona eins og afkvæmi þessa verks, þessar líkneskjur hérna í salnum.
Þú ert líka með þá sko innrammaðar teikningar sem að eru sömu þá fígúrur og eru í teiknimyndinni. Já, þetta eru svona myndirnar sem ég vann fyrst og textan. Síðan kemur Pierre-Alain Giraud sem vinur minn og franskur kvikmyndagerðarmaður. Við höfum áður unnið saman teiknimynd og það var fyrir Crépusculum, stórt verk sem sett upp í Frankfurt á sínum tíma. Og þar var inn í því verki þeirri innsetningu var teiknimynd og okkur langaði til þess að prófa að halda áfram þessu samstarfi. Og hann gerði þessa teiknimynd með mér og var sem sagt svona leikstjórinn, eða sá sem hreyfir. Og þetta eru teikningar sem eru orginalirnir úr þeirri vinnu sko. Og karakterarnir úr teiknimyndinni. Er þetta dæmigerð Gabrielu Friðriksdóttur sýning? Já, ég myndi segja að það væri mjög dæmigert. Já. Þú ert eiginlega búin að segja það? Ég held ég búin að fara hringinn núna hérna sko, já. Ég held að ég sé komið hringinn. Já. Ertu mjög upptekin að því þegar líf kviknar? Þú talar hérna sko það kviknar líf í heyinu, egg frjóvgast, sól skín og vermir sátuna. Ertu upptekin að því þegar líf kviknar? Ég mjög upptekin af svona mikrokosmosum og þú veist þessari hugmyndum að það sé líf allstaðar. Jafnvel eins og mann kalla dauða hluti upplifa ég með ákveðin svona sál sko. Þannig að ég hef alltaf verið upptekin að þessu. Ætli þetta sé ekki uppeldið hérna frá David Attenborough, hugsa ég. Já, þegar hann var alltaf að sýna manni sko, komið aðeins nær og ekki að sýna ykkur hérna lítinn heim undir þessum steini. Ég held þetta sé bara því við bara dýrkuðum hann þegar við vorum börn sko. Og hann einhvern veginn held ég hafi bara sett svona, hvað segir maður, svona sett mig í gang með þessa hugsun að það er líf allstaðar. Og þetta er náttúrulega svo inspirerandi. Þú veist, þá fer bara alltaf inn í manni ef maður fer að hugsa þetta sko. Ef maður lokar fyrir það, þá kannski eru möguleikarnir færri sko. En ég vil frekar að þeir séu fleiri. Við erum í Gallerí Gamma, við erum í húsi kapitalistana, þannig að hérna er eitthvað af þessu til sölu? Það er allt til sölu. Ég er mjög mikill kapitalisti og það er náttúrulega þessi umræðum vonda kapitalistan, hún er alveg rétt á sér en svo eru náttúrulega fullt af góðum. Hún stendur hve lengi, sýningin? Alveg fram á haust. Hún henni lýkur held ég 27. ágúst. Það er hey út í garði líka. Já. Er það eitthvað sem að er alveg, þetta er náttúrulega bein tenging bara, en var það hugmynd sem kom eitthvað seinna eða? Já, við vorum sko sýningarstjórarnir mínir, Jón Proppi og Ari Alexander. Við vorum alltaf með þetta svolítið í huga að nýta garðin einhvern veginn og svo þegar kom á því að taka ákvörðun það, það náttúrulega kom ekki til annað til greina en að hafa heysátur. Og það var mjög skemmtilegt hérna á opnuninni, börnin voru mjög ánægð með þetta og líka henni fullorðnu, menn voru farnir að leggja sig þarna í hérna sólinni, hérna í sátunum. Já, við erum búin að rústa heysátunum. Já, en það eru svolítið flott, það eru allt önnur verk núna sko, en svo breytum við þeim aftur, þannig að þau eru alltaf svona endalaust að breytast og muni gera það yfir sumarið. Ég sé þú snýrð rífunni niður. Já, ég er alltaf að passa það sko að gatarnir snúi ekki upp sko. Þá rignir? Jú, þá rignir. Það hefur eitthvað gerst þarna á sunnudaginn, einhver hefur snúið einnig öfugt og það er svona komið sér rigning sem er búin að vera núna. String puppet phoenix on wax-sealed wings, hopeless and deserted, plummeted in butterfly rhythm onto his own scented ashes, bleeding over the scribblings. Gabriela, það eru heysátur hérna á gólfinu bak við þig og svo er eitthvað tæki þarna, hvað er þetta? Þetta er sem sagt eitthvað tæki sem að hreinsa loftið hérna í galleríinu því að það eru mjög margir sem ég teki eftir hérna sérstaklega þegar ég hef verið að vinna með hey á Íslandi sérstaklega þá finnst mér mjög margir vera með ofnæmi fyrir hey og vera bara þjást af heymæði og þetta var bara gert til að létta því fólki leikinn því það er náttúrulega ekkert grína alltaf fara að hérna njóta sýningarinnar og vera svo veikur. En þú upplifðir þetta ekki þegar þú varst úti með sýninguna? Nei, ég er búin að vera sko involvera hey, ég veit ekki hvað mörgum löndum og ég hef einhvern veginn aldrei rekist á þetta fyrr. Þetta er mikla heymæði? Já, það er eins og það sé bara bundið, kannski er það vegna sem við erum með svo stutt sumar og kannski það var nú eitthvað sem sagði við mig að það gæti verið að því að mæður okkar voru svo duglegar að þrífa, ónæmiskerfið er ekki nógu æft. Þetta er spritið og Ajaxið? Það gæti verið sko, ég veit það ekki. Eða við erum bara svo mikið inn í húsum. Svo lítið út í náttúrunni. Gabriela Friðriksdóttir, takk fyrir að taka á móti okkur. Takk sömuleiðis.